Takk fyrir það kærlega. Ég er nú að segja það að ég skildi ekkert í það að það eru ekki stólar hérna í salnum en við höfum bara að horfa á þetta sem svona eitt stóran skrömmfund. Ég held að það sé kannski eina leiðin en ég býð ykkur velkomin hingað. Ég heiti Már Másson og svo sem þarf ekki að hafa frekari kynning á mér. Ég er hluti af mjög öflugu teymi á Íslandsbanka, litlu en öflugu teymi sem að bera ábyrgð og heldur utan alla stafræna dreifileiði bankans. Þar með talið alla vefi bankans sem eru 5, netbanka og síðan 2 app, annars vegar Íslandsbanka appið og svo nýtt app sem við settum á markaði í síðustu viku sem heitir Kass. Við hjá Íslandsbanka höfum nokkuð góða reynslu af því að vinna með nýsköpunarfyrirtækjum, sprotafyrirtækjum og tæknifyrirtækjum svona sem eru að taka sín fyrstu skref á markaði og það hefur verið svolítið okkar leiðarljós að vinna með einmitt fyrirtækjum sem eru að taka fyrstu skrefin út á markað og það gerum við svona vegna þess að það mjög mikilvægt fyrir slík fyrirtæki að fá viðskiptavinni, basically. Og ef þau hafa góða vöru, góða þjónustu að bjóða, þá höfum við svona tekið skrefið og verið tilbúin að vinna með þeim og slíkt reynir auðvitað á þolrifin, ekki bara hjá okkur heldur ekki síst hjá viðkomandi fyrirtækjum vegna þess að við erum ekki kannski venjulegt fyrirtæki, við erum banki og bankar eru svolítið skrýtnar skepnur þar sem að þeir starfa í mjög reguleruðu umhverfi, þurfa að uppfylla mjög strangar ytri kröfur en ekki síst mjög strangar innri kröfur. Hérna dæmi nokkuð fyrirtæki sem við unnið með og þið þekkið nú mörg þessar nafna og þetta svona, það væri náttúrulega að tína fleiri til. En þetta finnst mér svolítið valið spurning, það er bara fyrsta lagi hvort banki geti yfir höfuð gert eitthvað og hvort hann geti gert eitthvað nýtt. Og eins og ég nefndi áðan þá er það auðvitað þannig að það regluverk sem við vinnum innan, bæði það regluverk sem að okkur er sett á okkar eftirlitsaðilum og bara hreinlega með lögum, er þess eðlis að það kann að draga svolítið úr þrótti okkar sem fyrirtækis að stunda nýsköpun eða þróun. Það getur verið flókið fyrir okkur að fara með nýja þjónustu í gegnum alla þá ferla sem við þurfum að fara með þá í gegnum í bankanum og þannig að vöruþróunarferli hjá okkur þykir oft kannski frekar hægt og eins og ég sagði áðan þess vegna skiptir miklu máli fyrir okkur að þeir samstæðsaðilar sem við erum að vinna með að þeir sýni því skilning og stundum þolinmæði og sem betur fer það nú verið reyndin í flestöll skiptin. Það er ákveðið flækjustig að bankar eru, allavega eins og Íslandsbanki er bara fyrirtæki sem að bjóða alliða þjónustu. Við erum að þjóna mjög breiðum hópi viðskiptavina og þess vegna erum við mjög fjölbreytt vöruframboð og það að þróa nýjungar og sinna mjög breiðum hópi viðskiptavinum leið getur verið áskorun. Það má heldur ekki gleyma því að við sem flesti bankana komu hér út úr hruninu og fóru beint í verkefni sem voru að endurreikna lán og endurreikna lán aftur og aftur og að endurskipuleggja fjárhag fyrirtækja og þetta voru allt saman gríðarlega IT-þung verkefni. Útreikningur lána eru bara IT-verkefni, þannig að IT-deild upplýsingatæknisvið hjá okkur var bara upptekið í slíkum verkefnum auk þess að við vorum að vinna mjög miklu verkefni sem snéru að innra regluverki bankans og infrastruktúr bankans, það er að segja áhættustýringu og öðru slíku, allt sem reyndi mjög á IT. Það sem að setur auðvitað áhugavert ljós er að sú þróun sem við séð á undanförnum árum og er auðvitað mikið töluð núna, það er að við erum að sjá smærri fyrirtæki koma fram allan heim sem að sérhæfa sig í þjónustum sem að bankar og fjármálafyrirtæki að bjóða almennt í dag. Þetta eru þessi svokölluðu fjármálateknifyrirtæki eða fintechs sem að geta einbeitt sér, þetta eru lítil fyrirtæki sem geta einbeitt sér að sérhæfðum lausnum og hreyft sig hraðar á því sviði heldur en bankar geta almennt. Þetta það er búið að halda margar ráðstefnur þetta og fjármálafyrirtæki allan heim hafa verið að klóra sig í kollinum yfir þessari þróun og hún hefur verið gríðarlega hröð og það hefur svona svolítið alltaf verið spurningi hvernig við að takast á við þessi verkefni. Okkar nálgun er svolítið svo að við viljum leggja áherslu á samstarf við slík fyrirtæki og við bara sprota og startup fyrirtæki almennt og eiga samstarf við svona fyrirtæki að þróa nýja lausnir og snjallari lausnir fyrir okkar viðskiptavini.
Við þurfum hins vegar líka að geta unnið með slíkum fyrirtækjum, að hafa strúktúrun til þess inn í bankanum og við erum að taka ákveðin skref til þess núna og sem ég sýni ykkur hér aðeins á eftir. Ég biðst afsökunar á þessu klipparti, þetta hérna, en ég átti ekkert flottara, en það sem okkar reynsla svo, að þegar við förum að vinna með og erum að vinna með startup fyrirtækjum og þá höfum við ákveðnar væntingar og þau hafa ákveðnar væntingar. En svo getur veruleikinn verið allt annar, bæði hjá okkur og hjá þeim fyrirtækjum sem eigum í samstarfi við. Stærri fyrirtæki hafa auðvitað, það er væntingar til startup fyrirtækisins eða til sprotans að þeir þar hafið aðgengi að yfirburða þekkingu, að mikilli sérhæfingu, að hugmyndaauki, ekki síst, geti stytt vöruþróunartíma og stytt svona time to market og fá til liðsins verulega mjög öfluga og ekki síst mjög viljuga samstarfsaðila sem eru tilbúnir að leggja mjög mikið í sölunar og leggja mikið á sig í þessu samstarfi. Væntingar sprotans eru auðvitað að hafa tekjur og sölu lausnar eða vöruna sinnar sem skiptir þá auðvitað öllu máli, það er bara spurning lífi eða dauða oft á tíðum. Að fá öfluga samstarfsaðila sem eru aðgengja fjármunum, hefur markaðsstyrk og getur hjálpað þeim að koma vörunni sem þeir eru kannski búin að liggja yfir í 2, 3, jafnvel 4 ár, komin á markað. En ekki síst líka lærdómur og reynsla sem nýtist þeim síðan þegar þeir fara að hyggja á erlenda markaði til dæmis og nýta þá okkur sem samstarfsaðila til þess að sem referenskúlna sem þetta er að nýta sem stökkpall yfir á erlenda markaði. Þetta eru svona þessar væntingar sem þessi aðilar hafa oft á tíðum. En veruleikinn getur stundum verið annar og eins og ég lýsti hér áðan, fór hér yfir áðan, þá er sérstaklega í okkar, og ég er náttúrulega að tala svolítið út frá okkar reynslu og hvernig við erum sett upp og hvernig bankinn starfar, þá getur veruleikinn verið annar og það reynir þarna á ákveðna jafnvægislist hjá báðum aðilum, alveg klárt. Veruleiki fyrirtækisins sem að menn verða kannski að gera sér grein fyrir er að það eru bara 24 tímar í sólarhringnum og þá líka við sprotann. Þannig að það er kannski ekkert að gera meiri kröfu til sprotans en það. Sprotar þurfa líka að borða og sofa, það eru svona lágmarksmannréttindi. Það getur stundum verið erfitt að samræma innri kröfur inn í fyrirtækinu, að ólíkir haghafar inn í fyrirtækinu gera bara ólíka kröfur og hafa ólíka væntingar. Það getur auðvitað komið togstreita líka það bara hvaða vöru þeir verða að fara með á markað og að menn halda fast í sínar hugmyndir. Og síðan getur verið að menn hafa óraunhæfa væntingar afkastagetu, þá getur það hreinlega bara valdið vonbrigðum. Hvað sprotann varðar, sá veruleiki sem hann býr við er að ákvarðanatökuferlið hjá þessum viðskiptavini getur verið gríðarlega flókið og það getur reynt á þolinmæðina. Það eru gerðar ríkar arðsemiskröfur þegar að menn fara með nýja vöru á markað oft á tíðum. Menn vilja ráða svolítið ferðin í vöruþróuninni, menn vilja fá að hafa áhrif á hvaða vöru menn eru að fara með í loftið og það getur haft áhrif á samstarfið. Eins og ég sagði áðan, flóknir ferlar, mikil skriffinnska og stundum ekki alveg ljóst hvaða kröfur og væntingar fyrirtækið ber til sprotans. Mér langar að segja ykkur aðeins frá litlu verkefni sem við fórum með í loftið í síðustu viku og mér langar bara að deila aðeins reynslunni af því verkefni í þessu samhengi. Það samstarfið, það fyrirtæki hefur gengið frábærlega vel og ég verð að segja að einhvern veginn hefur okkur tekist að stilla vel saman strengi og menn fóru bara inn í það verkefni svolítið með það markmiði og með okkur vel skilgreind markmið og með það markmið að koma góðri vöru á markaðinn. En það reyndi klárlega á þolrifin, ekki síst hjá okkar samstarfsaðila. Samstarfsaðilinn okkar heitir Memento, er lítið sprotafyrirtæki, það eru þessir 3 herramenn hér, Gunnar Helgi, Arnar og Jón Dahl. Feikilega öflugt teymi og hafa gríðarlega metnað og þeir komu til okkar á síðasta ári og við fórum í samstarfið á núna síðasta haust. En það var mjög áhugavert fyrir okkur vegna þess að við höfðum mikið metnað að koma út þessari vöru á mjög stuttum tíma og það er fyrir banka er það bara heilmikil áskorun og ég geri alveg ráð fyrir að það eigi líka við fjölmörg önnur fyrirtæki sem sérstaklega fyrirtæki sem starfa í svona reguleruðu umhverfi.
Tímalínan, hún var hún var mjög brött og maður stundum velti því fyrir sér sko, hversu flókið það getur verið að koma svona litlu góðu appi út á markaðinn. Og ég held að mönnum hafi stundum, okkar ágætu samstarfsaðilum hafi stundum þótt lífið ansi flókið á kirkjusandunum og maður heyrði það nú oft svona, þó þeir reyndu nú að sýna hlutunum skilning, þá fannst þeim hlutinir stundum ganga bæði hægt fyrir sig, en ef við horfum á tímalínuna þá var hún mjög metnaðarfull. Við hófum þessa vegferð með þeim í nóvember á síðasta ári og við fórum í loftið á föstudaginn í síðustu viku og það þykir nú bara held ég nokkuð gott og fyrir sjálfur sér bara hvaða fyrirtæki sem er. Þetta var áskorun og þegar við þurftum samhliða því sem við vorum að þróa og aðlaga vöruna og prófa, þá vorum við að vinna mjög mikið og mjög þétt með öllum haghöfum innan bankans og þeir eru fjölmargir og ferlið er mjög skýrt og við þurfum að fara í gegnum allskins prósessa sem snúa að svona í hinum ólíku hagsmunaaðilum. Það eru nefndir, það eru framkvæmdastjórn og það eru ýmis ráð og svo öryggistjórar og allur þessi infrastruktúr sem við þurfum að koma þessi gegnum þessa pípu. Þannig að við vorum mjög ánægð og stolt að hafa komið þessu þarna í gegn. Það er líka bara vegna þess að mannskapurinn í bankanum sýndi gríðarlegan þessu verkefni mikinn áhuga og það lagðist allir á eitt við að hjálpa okkur að koma þessu í gegn án þess þó að slaka á kröfunum. Ég get alveg sagt okkur það. Það var ekkert slakað á kröfunum í þessu verkefni. Hérna sjáum við dæmi innri hagsmunaaðila sem við þurfum að vera í samskiptum við til dæmis í bankanum þegar við erum að fara með svona vörur í loftið og þeir eru ófáir og það eru nú eflaust fleiri sem eiga að vera þarna, ég er eflaust að gleyma einhverjum og þetta eru ansi margir aðilar en hlutverk þeirra er vissulega misþungt eða vægi þeirra er misþungt vissulega en það skiptir hins vegar mjög miklu máli að allir þessi aðilar séu upplýstir. Í vöru samþykktarferlinu þurfa sumir þeirra að skrifa upp á þeir séu tilbúnir að samþykkja vöruna áður en hún fer í gegnum áhættunefnd. Þannig að þeir eru að leggja sitt nafn við vöruna og eðlilega þá vilja menn nú fara vel yfir hlutina áður en þeir skrifa upp á slíkt. Hérna sjáum við svona ákvörðunarferli í bankanum þegar við erum að fara með stóru verkefni í gegnum svona stór IT-verkefni í gegnum ákvarðanatökuferli bankans og þetta er einfalda myndin og eins og við sjáum þá er þetta heilmikil áskorun. Þetta er ekkert mál fyrir okkur sem þekkjum þetta umhverfi og störfum í þessu umhverfi, við þekkjum þetta en þetta er heilmikil áskorun fyrir þá aðilar sem þurfa að vinna með okkur og þeir aðilar sem starfa með okkur eru það kannski reynir meira á þolræðin hjá þeim heldur en hjá okkur þó að við höfum nú sem vorum að fullu að vinna í þessu og það frábæra teymi sem að koma að þessu sem eru fjölmargir þeir það reyndi eflust meira á skilningin hjá Memento heldur en okkur. Ég spurði þá, ég sendi þeim nú nokkrar spurningar en dró nú bara fram svona 3 svör sem er áhugaverð og sendi þeim bara spurningar og baða svona varðandi ferlið og hvernig þeim fannst nú þessi vegferð öll sömul. Og seinni 2 punktarnir eru áhugaverðir, það er að segja að það sem að þeim fannst erfiðast var að koma verkefninu í gegnum alla þennan strúktúr, koma þessi gegnum hakkavélina, það er bara meira en að segja það og einnig að samræma betur ólíka hagsmuni innan bankans strax. Það eru ákveðnir aðilar sem hafa þurfa að gæta öryggi og meðan aðilar eru að pressa og koma vörun út á markað. Þannig að þetta eru ólíkir hagsmunir sem það þarf að passa upp á og stilla það af. Það var svolítið verðmætur lærdómur fyrir okkur allavega. Það sem ég dreg út úr þessu verkefni sem eins og ég segi var feikilega skemmtilegt. Það eru svona nokkri punktar og til að byrja með þá myndi ég vilja nefna svona 6 punktar hér. Í fyrsta lagi að menn eigi að vera óhræddir við að vinna með sprotafyrirtækjum að svona verkefnum. Það er vissulega ákveðin áhætta sem felst í því að taka menn inn á gólf og fá menn í samstarf með sér svona verkefni vegna þess að við erum að leggja heilmikið traust á viðkomandi aðila. En á mínum mati ef vel er staðið að þessu í upphafi og menn skilgreina verkefni vel og eru algjörlega sammála markmið, þá er þetta nokkuð sem að þá mæli ég með því að menn séu óhræddir við að vinna með svona fyrirtækjum.
að nýta þekkingu þeirra, að vera reiðbúin að líka að veita ákveðnar tilslakanir þegar kemur þessum hefðbundum verkferlum. Það stundum nauðsynlegt að sýna hlutunum skilning og þá kannski til þess að auðvelda sprotanum að geta komið til móts við þær öryggiskröfur sem gerðar eru og þær gæðakröfur sem gerðar eru. En það þýðir ekki að það gefa afslátt af kröfum gæði, prófanir og öryggi. Aldrei, við gerum það aldrei og það aldrei gert. Annar lærdómur sem við drógum að þessu sem er áhugaverður, það það sem ég nefndi þess áðan, það bara hvernig við ætlum að vinna með svona aðilum. Það skiptir miklu máli að við séum tilbúin til þess og við höfum strúktúrinn til þess að vinna með startup fyrirtækjum. Og það að byggja upp teymi sem getur unnið hraðar og með markvissari hætti að þróun á stafrænum vörum og vöruþróun með sprotanum. Við höfum sett upp teymi í bankanum sem er svona cross-functional teymi, eins og það kallast, sem hefur það markmið að vinna að stafrænni vöruþróun og þarna eru við IT og business að vinna saman. Ég ekki IT-maður, ég kem á business-liðinni og mitt teymi vinnur á þeim enda. En við vinnum þarna með hugbúnaðarlausnum og svo eru dreifilegar og nýsköpun að vinna saman að þessu verkefni. Þarna er teymistjálfi, það eru app-forritarar, það vörustjóri sem gegnir mjög mikilvægu hlutverki og síðan eru aðilar sem koma líka inn í teymið þegar á þarf að halda og fara svo út aftur þegar verið að leysa ákveðin mál. Og þetta held ég að við bindum miklar vonir við þetta setup og erum spennt að sjá hvernig það gengur. Nú svona lokum þá langar mér nú bara svona fara yfir svona kannski okkar lærdóm og hvað við teljum vera mikilvægt í samstarfi milli sprota og stærri fyrirtækja. Það í fyrsta lagi að þess að ég sagði áðan að stilla væntingar og tryggja sameiginlegan skilning á markmiðum og svona sammælast svona þróunar vegvísi, að menn séu algjörlega sammála það hvert menn ætla að fara með vöruna. Ég held að skipti miklu máli, menn svona hafi sameiginlega sýn þar. Ég held að skipti gríðarlega miklu máli. Þolinmæði og skilningur á ólíkum kröfum, ólíkum hagsmunum og ferlum, beggja á þetta alveg við á báða bóga. Það ekki nóg að sprotin skilji viðskiptavinin, heldur þurfum við líka að reyna að setja okkur aðeins í hans spor. Það skipti máli. Nú gagnkvæm virðing og skoðunarskipti og að nálgast verkefnið algjörlega á jafningjagrunni, það líka held ég mjög gæfuríkt og skýrir samskiptaferlar og verkaskipting varðandi ólíka verkþætti. Og það eitthvað sem við, af því að við kerum þetta verkefni mjög hratt í gegn, þá það nokkuð sem við hefum til dæmis getað gert betur á mínum mati og við erum það verkefni sem við erum búin að setja núna í ákveðin farveg að reyna að tryggja að samskiptaleiðirnar á milli séu alveg skýrar, verkaskipting sé skýr, þannig að það falli ekkert á milli. Og síðan annað sem ég held að mér langar að deila með ykkur, það bara að stytta boðleiðir með samskipt og verkefnastjórnunarlausnum, lausnum eins og Slack til dæmis og Trello sem tala nú mjög vel saman. Þetta skiptir sköpum og skiptir miklu máli og svona færiði strákana sem eru nú staðsettir vestur í bæ samt mun nær okkur og auðvitað samskipt. Þetta var svona það sem ég langaði að segja ykkur frá. Ég veit ekki hvað tímanum líður, en það fínt. Þannig að það kannski frekar bara að fá spurningar ef eitthvað eru og taka þá umræðu. Takk fyrir.